sjónvarpinu því að núna byrjar Komið heil og sæl og verið velkomin í bíóbílinn. Það Arnar Heimir og Knútur sem mætir ykkur á þessum fína degi. Við vorum að kíkja núna á Baby Driver, leikstýrð af Edgar Wright. Aðalhlutverk fara með Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm og Lily James. Já. Þetta mynd sem að blandar svona þessu Fast and the Furious eltingarleik elementi við svona ákveðin svona söngleika element. Tokyo Drift. Mikið af tónlist á hana. Til að byrja með að þá er hægt að segja að myndin sé góð og ef þið viljið hlusta á eitthvað meira þá getið endilega haldið áfram að horfa á þáttinn. Já, það er bara frábær mynd, farið á hana búið en við munum halda áfram að tala núna þannig að þið ráðið hvort þið halda áfram að horfa ekki. Við höfum ákveðið að hafa bíóbílinn mínútu aðlengt hérna í frá. Svo góða skemmtun! Þetta er kannski að hafa svona glergnust þema hérna í gangi. Svo. Já. Já, Edgar Wright er leikstjóri sem hefur leikstýrt myndum eins og Shaun of the Dead, Hot Fuzz og Scott Pilgrim vs. The World. Já, endilega kíkja líka á þættina Spaced með Simon Pegg og Nick Frost, það er mjög góða líka. Já. Ef þið aðdáendur mynda hans þá endilega kíkja á Spaced. Bara svona til að byrja með, það sem ég get sagt til að byrja með að mér fannst leikurinn hjá Lily James og Ansel Elgort mjög góður. Og auðvitað, þú veist, líka Jon Hamm og Jamie Foxx og Kevin Spacey. Þetta er allt bara mjög góður leikur hjá þeim öllum og leikstjórnin hjá Edgar Wright er bara eins og maður búast við, alveg frábær og kvikmyndatakan. Æðisleg. Já. Þetta er mynd fyrir klippinu og þetta. Ég held að myndina hans séu svona myndir fyrir klippinu og þetta. Það er svona góð svona transition skot og líka bara svona þú veist, hann er rosalega hann er með mikið svona hann er með mikið svona tónlistabæta og hann klippir eiginlega í takti tónlistina. Já. Svo það er mjög skemmtilegt að sjá það gert í kvikmyndum hans og þetta er ákveðið trend í öllum kvikmyndum hans, sérstaklega í Scott Pilgrim finnst mér líka. Þetta svona minnir mér kannski mest á á þá mynd og þetta er svona tvær svona tónlistarmyndir. Já, einmitt. Já, ég grunaði aldrei að ég fengi að sjá hasaratriði sem var gert við hollenska prog-hljómsveit frá 1983. Það er eitthvað stórfurðulegt, sko. Ég vil ekki segja hvað hljómsveit það bara koma á óvart. Ok, en ég vil bara segja á laginu en þetta er svo gott lag. Já, þetta er Ok. Bara, við getum bara sagt tónlistin er frábær í þessari mynd og hún spilar mjög vel undir andriðin. Þetta er mynd fyrir tónlistina, það er bara málið, það er gourmet úrval af tónlist í þessari mynd. Svolítið gaman líka að sjá leikara eins og Ansel Elgort sem við sáum seinast í bíóbílum í mynd sem heitir The Fault in Our Stars sem er svona algjört úlingaklám og svo er Lily James var í Cinderella sem er nú reyndar ekkert slæmynd og hún átti alveg góða frammistöðu þar en bara svona gaman að sjá þessa tvo ungu leikara og þau fá svona svolítið stórt tækifæri að leika í Edgar Wright mynd og þau gera það vel, þau nýta tækifæri mjög vel. Annars sem ég myndist á við þá tvo er að Ansel leikur annað hlutverk sem hann er með svona hann er með einhvers konar sjúkdóm eða kvilla í þessari mynd þá er hann með hann er með suð í eyrunum sem orsakaðist af bílslysi sem hann lenti í þegar hann var krakki og hann hlusta á tónlist þess að drekja út suðið. Og í The Fault in Our Stars þá er hann með svona hann reykir ekki sígarettu, hann setur alltaf sígarettu í munninn á sér til að díla við það að hann sé með krabbamein. Svo þetta er svona tvær myndir þar sem hann leikur svona karakter sem með einhvers konar einkenni, það er svona hann er með einhver kvilla sjúkdóm og hann er með ákveðna leið til að drekka að þeir svona hunsa það. Svo mér fannst það alveg svona fyndin tenging einhvern veginn. Ég veist hvað, ég veit ekki hvað að segja, einmitt í öðrum myndir sem hann er leikið í. Nei, ég hef ekki séð mikið með honum, ég er ekki endur að fylgjast með honum, en þú veist, hann hefur einmitt verið svona meira í þessari ástarsenu. Gaman að sjá hann í einhverju öðru núna. Já, einmitt.
Og það eru, já eins og við vorum að nefna áðan, það mjög mikið af svona skemmtilegum vinskotum, skemmtilega klift og til dæmis það svona one shot eða svona long take. Já. Það sem að, eftir fyrsta ránið að þá er svona sýnt hvernig hann fer að ná í kaffi og hvernig hann bregst við og labbar á götunni og svona minnir svolítið svona kannski á einmitt þetta Goodfellas long take þar sem að vera að labba svolítið langar leið og það vera að elta hann alla leiðina. Já, einmitt svona langt trakk. Það við glemdum einmitt að segja söguþráðurinn Heimir samt saðan í rauninni svolítið áðan. Já, hún mátt bara... ok. Svo myndin fjallar Baby sem driver fyrir bankaræninga og málum með hann að hann hlustar á tónlist með hann keyrir sem að allir svona drólarnir í myndinni svona spyrja hann úti svona af hverju hlustar á tónlist og þetta heyra með hann að keyra sem er sammála en það gefur hann klift að keyra hann opnar sinn innri kraft. Hann opnar þriðja auga sitt sem bílstjóri og hann kemst í burtu einhvern veginn frá þessum svona mjög vafasömum tímum vafasömum kringumstæðum, Já, brjálað. Og hann er basically bara eins og þetta er basically bara eins og í Drive. Já, þetta er maður sem getur komist út úr slæmum kringumstæðum til dæmis bankaráni með á bíl. Já, svona allt annar andi við þetta. Allt annar andi. Miklu skemmtilegri og svona. Önnur tenging, þetta er basically Baby Drive er. Já. Svo, þetta er Drive nema Edgar Wright. Einmitt áður en ég sá hérna, þegar ég sá Baby Driver þá hugsaði ég, vá, enn önnur svona Drive eftir Herman en svo náttúrulega komst ég að þetta er Edgar Wright og það er allt öðruvísi þema og allt öðruvísi andrúmsloft í myndinni. Mér myndi einmitt að Need for Speed myndi með hvað heitir leikarinn á Breaking Bad sem Paul Walker? Nei, Aaron Paul. Það var með svona svipað premise, hann þurfti að gera eitthvað jobb til að bjarga ástöðinni. Já. Og þetta var svona síðasta jobbið. Þetta er þessi klísukennda saga. Og þá var hann búinn. Já, þetta er þessi klísukennda saga, þú veist, ég er búinn að vera í þessu skíta jobbi svo lengi og þú veist, ég er svo skelfileg manneskja að ég vil hætta. Þetta er bara basically það. Já. Nema með svona alls konar gríni og glansi. Já. Og hasar og öllu þessu. Og tónlist. Já. En, já, það er svo mikið að blætum í þessu mynd. Það er bílablæti, það er tónlistablæti, það er klippiblæti, það er myndskotablæti, sólglerunablæti, það er bara, hasamyndablæti. Já. Þetta er... Fetishmynd. Ég hlustaði að viðtala við Edgar Wright daginn. Gegnum The Nerdist, ég mæli með þau viðtali. Og það var Edgar Wright myndist að einhver ummæli sem að honum fannst mjög góð og það var það að allir leikarnir voru í sömu myndinni maður leið þannig og það var alveg rétt, þú veist, það stendur að þú veist, myndin virkar rosalega vel sem heild og það er eitt sem er rosalega gott við myndina er að þetta er svona mjög heildstæð kvikmynd og það er ekkert sem að þú veist, stendur upp úr sem að þú veist brýtur alla myndina í sundur einhvern veginn. Það sem er mikilvægast er að þetta er upprunaleg mynd, þetta er original mynd. Við vorum að tala um það seinast þegar við vorum þrír einmitt í mömmu í bíóbílum þegar við tókum alveg smárand að það er einmitt að svona manni finnst þess að það vantir dálítið mikið í dag og Edgar Wright kemur sterkur inn með það sem betur fyrr. Það er svona... Þetta er mynd sem var basically 20 ár í bígerð, hann er búinn að vera með þessa hugmynd í kollinum í 20 ár. Basically bara svona, hann var með eitthvað ákveða atrið, svona bíl kappaksturs atrið í kollum á sér. Og þetta var svona verkefni fyrir hann til þess að koma þessu einhvern veginn út úr sér. Og nú þegar hann loksins búinn að gera það, þá, þú veist, það sést, hann er búinn að pæla mikið í þessu, þú veist, í þessari mynd. Og ég hóf svona fyrir það, þú veist, þetta er virkilega vel útpælt mynd og bara góð kvikmynd sem heil. Já, einmitt. Við höfum eiginlega ekkert mikið meira að segja. Nei! Það er bara gott að fara á góða kvikmynd. Bara takk, Edgar Wright. Thank you! Annað líka. You're God. Gott merki það. Gott merki góða kvikmyndir. Ef við erum allir þrír, algjörlega bara, þú veist, bara þegjandi yfir alla myndina. Það er þetta góð mynd. Kjaftstopp, já. Algjörlega kjaftstopp. Við höfum ekkert að koma með einn svona neina brandar en þannig í salnum. Kvísla eitthvað. Kvísla eitthvað svona... Þetta var röstnalegt. Sexy múmjur. Hvað er með það? Ég veit það maður. Heitar múmjur. En eins og þá getum við talað endalaust það hvað þessi mynd er góð en kannski benda á einhverja galla varðandi þessa mynd.
að náttúrulega fyrsti gallinn að ef þú fílar ekki Edgar Wright sem leikstjóra að þá þetta náttúrulega ekki mynd fyrir þig. Já. Og ef þú vilt ekki horfa á gagnkynhneigðan hvítan karlmann vera að kera bíl að þá þetta ekki mynd fyrir þig heldur. Já. Það voða lítið af eitthvað svona félagslegu jafnrétti hvað persónur varðar, það að segja það mjög mikið bara karlpersónum í þessu. Kvenpersónar, það eina þeim svona, jú, hún ræningi og með svona ákveðin hún heitir Darling, ég veit ekki hvað leikkonan heitir en... Nei, ég veit það ekki heldur. Og svo Lily James sem bara svona ástarelement. Já. Það ekkert neitt meira þannig, sko. Það eitthvað test sem á að gefa greina hvort að mynd sé svona woman-friendly eða ekki. Já. Og það var eitthvað svona, ef að tvær kvenkynspersónur eiga ákveðið mikið á línum. Já. Í samtali við hvort annað, allt, eitthvað annað en einhvern karakter. Þá stenst það prófið, en ég held að þessi mynd stenst ekki prófið því að það alltaf verið að tala í rauninni Baby Driver sem náttúrulega ekki skrítið því að myndin þessa persónu. Það var Baby, Baby. En þetta allavega svona þessir augljósu gallar við myndina það allavega ef þú ert ekki þessi hasarmanneskja eða svona eltingaleikjumanneskja þá ertu náttúrulega að fara á eitthvað allt annað. Það er líka eitt annað nafn kvikmyndar skiptir svo miklu máli. Skelfilegt nafn. Baby Driver. Það annað kallar, þegar fyrst þessu mynd þá svona Baby Driver. Baby Driver. Það gátt ekki komið betra nafn. En þeir púluðu það, þú veist, algjörlega. Skelfilegu titill fyrir skelfilega góða mynd. Já. En þú veist, þeir ná að gera grína því í myndinni, þú veist, þetta ekki svona algjörlega upplifis. Nei, mér fannst og það var nokkar lína og eitthvað svona, ég veit ekki, fuck the baby. Mér fannst það mjög gott. Don't like my baby. You don't like my baby? Fuck your baby. I don't like taking candy from baby. Þú veist, he's loony like his tunes. Það alls konar svona one-linerar í myndinni sem alveg finnir og margir virka og svona. Þetta quirky mynd, eins og þetta er svona quirky hasamynd. Eða eitthvað. Þú veist, Edgar Wright svona, hann gerir þetta aldrei svona quirky myndir. Nei, maður kannski, ég veit ekki með Hot Fuzz, en þú veist, ef ykkur líka við Hot Fuzz, þá þetta líka þessa mynd. Shaun of the Dead og Hot Fuzz einmitt svona bara pjúra grínmyndir, góða grínmyndir. Svo kemur einhvern veginn Scott Pilgrim vs. The World og svo núna Baby Driver, mér finnst það pínu svipar upp á það. Það er svona myndasögu element í þeim. Dálítið báðum finnst mér einhvern veginn. Og hann að skapa svona ákveðna anti-hero með þessari mynd, Baby og Baby. My baby. Já, ég var að fara í einhverjum gefið að segja hvort þið mælum með myndin í bíó eða... Hvaða kerfi notuðu núna? Ég veit það ekki. Eða þumla? Eða, þú veist... Rjómabólur eða hvað? Rjómabólur? Ég hafa svona sérstakt þema fyrir hver mynd eins og... Ég gef svo mynd fjögur börn af 5. 3 hjól undir bílnum. En áfram skröldur en þá... 4 babies of 5. 4 börn af 5. 7 babies of 5. 7 babies of 5. Já, svona til þess að... En svona fyrir ykkur... Ég myndi ekki gefa henni þá svona 4 af 5 stjörnum. Þá náttúrulega bara... Þú veist, bara margfalda með 2, þá ertu komin í 8 af 10. Ég held að sniðasta sem við getum gert er að mæla með myndinni fyrir einhvern ákveðinn hóp. Eða svona, ef við kannski máum að gera það núna, þú veist, við máum bara að segja, þú veist, ok, þetta er ekki fyrir fólk sem að, þú veist, kannski, þú veist, ég meina, ef nafnið fælir ykkur kannski smá, þá gefið kannski séns. Þessi mynd, hún er auglýst mjög illa og trailerarnir fyrir hana eru ekki endilega lýsandi fyrir innihald myndarinnar sjálfar. Svona að hluta til ég man bara, ég sá í sjónvarpinu eitthvað 100% á Rotten Tomatoes 100%. Það var svona ákveðin svona auglýsingarstönd þetta. Já, í rauninni, það er bara sagt að hei, þessi sagði að myndin er góð, þá skulle ég fara á hana. Þetta er eiginlega svolítið þannig. Þú veist, fyrst þegar ég sá trailerin, þá vissi ég ekki að þetta var Edgar Wright. Það er ástæðan fyrir nokkað á sömyndunum, ég er mikill aðdáandi Edgar Wright. Hann gefur frábæra myndir. Ef það hefði ekki komið fram, þú veist, ég hefði ekki vitað því, það hefði ég haft mjög lágar væntingar gagnvart þessari mynd, en ég meina... Við getum kannski sagt, ef þú ferð inn á myndina með því hugafæri að taka hana of alvarlega, þá kannski verður þú svolítið svektur, það er að segja... Hérna mála, þetta er algjör bíómynd líka, þetta er bara svona bíómynd.
ekki kvikmynd, þú veist, þetta er kvikmynd, en þetta er svona... Þetta er svona popcornmynd. Þetta er bíóupplifun, ég meina það er góður hasar í myndinni, þú veist. Þetta er mynd sem myndi kannski langa að sjá á milli Schindler's List og 12 Years a Slave. Þetta er bara svona buffermynd. Þetta er bara, þú veist, þetta er basically, þú veist... Þessi mynd er stuð. Já, þessi mynd er stuð, hér sé stuð. Svo, við mælum með þá saman, ég myndi að, þú veist, ég held að við allir myndum að mæla þessa mynd. Þetta er stuðmynd. Þetta kemur hann svona í gírun. Já, var þetta orðabrandari eða var þetta ekki orðabrandari? Þetta var eiginlega óvart. Ok. En já, nei, þú veist, bara endilega kíkja á þessa mynd. Bara ef þið þekki myndunars Edgars, fara á hana. Ef þið viljið horfa, þú veist, bara svona, þú veist, frábæra svona bílaltingamynd, þá endilega fara hana. Og líka ef þið viljið sjá Ansel Elgort gera eitthvað annað. Já. Eins með Lily James, hún náttúrulega hefur leikið í voða litlu. Ef þið viljið bara sjá góða svona bíómynd, horfa á hana. Já. Ef þið viljið bara sjá góða bíómynd. Ef þið viljið bara sjá góða bíómynd, þá bara farið á hana. Það byrjar svona bíómynd, bara farið á hana. Nei, já, en... Nei, já. Bara við mælum þú veist, já. Já, ég mælum oftast bara með reglustiku, það má alveg mæla þessu líka. Jæks. Þú eru ekki komin þangað bara? Ég held að þessu komin á dauðasvæði núna, en... Já. Einhver lokaorð, bara... kannski... Hér sé snuð. Já. Ok, næstu myndir kannski, ég veit ekki, mér finnst eins og eftir kannski að tala vænt í því hvaða myndir fyrir kannski mögulega á næst. Sko, það annarkvort Dunkirk, já. Kannski ABBA Planetan. Já. Já. Það var einhver mynd sem það var einhver trailermynd sem það var kannski ABBA Planetan. Var það áðan? Já, fyrir mynd. Valerian nokkuð. Já, Valerian. Já, ég held að þurfum að fara að kíkja á Ég held að það er Forma Lucy með Luc Besson. En svo spurning hvort að hún yrði svona eins og Jupiter Ascending. Já, Jupiter Ascending, já. Algjör flopp. Ég held að hún verði flopp. Ég veit ekki, ég fæ smá svona feeling að þetta verði bara svona eitthvað Svona John Carter of Mars eða eitthvað. Þetta er svona sci-fi bull. Já, einmitt, svona sci-fi bull. Svona sci-fi fróða. Sci-fi bóla. Svona slefbóla. Já. Og sveittum munnvikum. Já. Já, Valerian, Dunkirk eða ABBA Planetan, stríðið ABBA Planetana. Thor Ragnarök, en það er enda dálítið... Hana, Já. Já, ætlum að kíkja á svona þessar sumarmyndir. Já, þetta er svona... Ég held að þetta sé svona sumarseríun af bíóbílum, þessi þriðja sería hjá okkur. Já. En já. Bara... Já, ég hef engin lokar. Nei. Ég held að þú bara að segja allt sem þetta maður segja, en já, takk fyrir áhugað. Það skellir snuðið upp í ykkur að fara bíóbíltögur. Já. Það er mjög gott plan. Svona candy-snuð. Fest á hátíðum. Takk fyrir áhugað og farið vel með ykkur. Við sjáumst vonandi seinna. Bæjó!